Þeir eru hættir að skilja eftir yfirhafnirnar sínar í fordyrinu. Þeir ganga beint inn til bóndans. Og ef þeir rekast á vinnu því í andyrinu, klappa þeir okkur á bakið og taka upp sígarettur og jórtur leður. Þeir stóðu vanalega stutt við. Þegar þeir voru farnir kom forsætisráðherrann eins og áður, síðan einhverjir fleiri ráðherrar, mæðuveikistjórinn, nokkrir alþingismenn, heildsalar og dómarar, blýgrái sorglegi maðurinn sem gaf út blað að við yrðum að selja landið, biskuparnir, lýsisherslustjórinn. Þeir sátu ofta á fundum lengi nætur, ræddust við hljóðlega og fóru furðu ódrukknir. Þetta er tilvitnun í bók sem skrifuð var á árunum 1946 og 1947 og ber heitið Atómstöðin. Útkoma þessarar bókar olli miklu fjaðrafoki í íslensku samfélagi hjá góðborgurum þessa lands og hægri pressunni í landinu. Baksvið hennar var Keflavíkursamningurinn sem gerður var á Alþingi 1946 haustið og olli stjórnarslitum þar sem sósíalistar gengu út úr ríkisstjórn. En það var aðeins upphafið. Á eftir kom innganga Íslands í Atlantshafsbandalagið og koma bandaríska hersins hér með leynd á vormorgni 7. maí 1951. Það sem þá var sagt þessi mál af vinstrimönnum á Íslandi og andstæðingum herstöðvanna var stimplað sem kommunista áróður, ómaklegar árásir á þáverandi valdamenn í landinu. En nú, 40 árum síðar, eru dregin fram í dagsljósið gögn erlendis sem bera þess ljós vitni að það sem sagt var af andstæðingum herstöðvanna á Íslandi á þessum árum var ekki orðum aukið, þvert á móti, þar var ekki allur sannleikur sagður. Við höfum orðið áheyrendur frásagna af niðurstöðum norsks sagnfræðings Dag Tangens sem hefur stundað rannsóknir á samskiptum bandarískra stjórnvalda við og bandarískra leyniþjónustu við stjórnmálamenn í Noregi og alveg sérstaklega norsku verkalýðshreyfinguna. Fyrir tilviljun rakst sagnfræðingurinn á gögn innan norsk skjöl úr safni vestur í Bandaríkjunum, Trúmannsafninu, gögn sem snertu Ísland og íslenska sögu og það eru þau sem við höfum fengið fréttir af. Þetta voru aðeins fáein blöð sem þarna lágu og sagnfræðingurinn leitaði eftir því að fá frekari gögn úr söfnum, þar á meðal úr Eisenhower-safninu, en honum var neitað og hann fullyrðir að skjöl varðandi Ísland og íslensk utanríkismál séu harðlega læst, miklu erfiðara að nálgast þau heldur en skjöl varðandi hliðstæð mál sem snerta aðrar þjóðir. Hvers vegna? Hann hefur svarað því að ástæðan hljóti annaðhvort að vera að Ísland sé metið hafa miklu meiri hernaðarlega þýðingu fyrir Bandaríkin heldur en til dæmis Noregur, eða þá en sem hann hefur einnig vikið að þrýstingur hafi komið utanfrá það að halda þessum gögnum undir lás og slá. Ég nefni það, herra forseti, hér að Bandaríkin búa við lög sem skylda stjórnvöld þarlend til þess að skila inn gögnum eftir 30 ár og til þess að birta gögn varðandi utanríkismál landsins og samskipti við aðrar þjóðir að 35 árum liðnum. Í því samhengi komu út í fyrra, eða raunar í byrjun þessa árs, gögn sem snerta samskipti íslenskra stjórnvalda, alveg sérstaklega íslenska utanríkisráðuneytisins við bandarísk stjórnvöld á árinu 1951 í aðdraganda þess að hingað kom bandarískt herlið. Þessi gögn hef ég fengið vestan haf og þau voru til umræðu hér í dagblöðum að vísu aðeins í einu vikublaði sérstaklega í fyrravetur sem þýddi hluta úr þessum gögnum, það var Helgarpósturinn. En þessi gögn eru aðgengileg fréttamönnum og þau bera ekki íslenskum valdamönnum á þessum tíma gott vitni fremur heldur en skjölin sem verið að draga fram upp úr safni norsk sagnfræðings út í Noregi. Þarna dregin upp dökk mynd af sérstaklega af íslensku utanríkisþjónustunni og utanríkisráðherra þessa tíma, síðar formanni Sjálfstæðisflokksins Bjarna Heitnum Benediktssyni. Í umræðu skýrslu utanríkisráðherra í fyrra
vék ég að þessu máli og skoraði á þáverandi hæstvirtan utanríkisráðherra að sjá til þess að gögn úr íslenska utanríkisráðuneytinu sem tengjast þessu tímabili yrðu dregin fram og birt yrðu öllum opin. Ráðherrann svaraði þessari ósk minni með svoföldum orðum í sameinuðu þingi 11. mars síðastliðinn. Ég lýk senn máli mínu, virðulegur forseti. Hann segir: þá vék þingmaðurinn að því sem hefur verið að birtast að undanförnu gögnum frá tímanum 1951 varðandi herverndarsamninginn og það sem að þá var að gerast. Vissulega þurfa að koma í ljós þegar sagan verður skrifuð, þau hinn réttu gögn í þessum efnum og ég efast ekkert að þegar að því verður hugað í utanríkisráðuneytinu á þeim tíma sem það er talið eðlilegt og skynsamlegt verði þau gögn birt. Þetta er hluti af svari ráðherrans, ég ætla ekki að lesa það til enda. Ég gekk eftir þessu í utanríkismálanefnd í síðastliðið vor, fékk þau svör að mál þetta væri í athugun. Nú spyr ég hæstvirtan núverandi utanríkisráðherra að því, mun hæstvirtur ráðherra Steingrímur Hermannsson tryggja að gögn íslenska utanríkisráðuneytisins varðandi íslensk öryggismál meðal annars á þessu tímabili 1946 til 1951 verði dregin fram í dagsljósið og gerð öllum aðgengileg. Hvenær er þess að vænta að svo geti orðið? Mun ráðherrann einnig beita sér fyrir því að gögn úr bandarískum söfnum sem að snerta samskipti Íslands og Bandaríkjanna á þessu tímabili verði kölluð heim, að eftir því verði óskað að þau verði afhent Íslendingum, íslenskum stjórnvöldum, svo unnt sé að leiða í ljós sannleikann í þessum málum og hreinsa sumpart æru þeirra manna sem að liggja undir aðdróttunum úr þessum erlendu gögnum þar sem verið er að skrifa Íslandssöguna vestanhafs. Hæstvirtur utanríkisráðherra. Herra forseti, ég vil fyrst svara síðustu spurningu háttvirts þingmanns. Ég mun gera ráðstafanir til þess að sendiráð Íslands í Washington fá aðgang að þeim gögnum sem hér er fjallað. Eins og háttvirtir þingmenn munu vita þá gilda ákveðnar reglur birtingu slíkra skjala í Bandaríkjunum. Hluti slíkra skjala mun samkvæmt þeim reglum vera aðgengilegur eftir 25 ár, en það nær ekki til allra trúnaðarskjala í vörslu stjórnvalda í Bandaríkjunum. Og mér er tjáð svona fyrstu eftirgrennslan að í þessum gögnum sem umræddur norskur maður fékk hafi meðal annars verið skjal sem sé í síðari flokki eigi ekki að birta. En nú skal ég viðurkenna fyrstur manna, ég er ekki nógu vel kunnugur þessum reglum orðin nú til að geta sagt þetta nokkuð ákveðið, en ég svara spurningunni játandi. Það mun verða gengið eftir því að fá þessi gögn í hendur. Ég hef sömuleiðis lýst þeirri skoðun minni að ég tel að hér eigi að gilda einhverjar ákveðnar reglur birtingu skjala og ég mun ræða það í ríkisstjórninni hvort ekki er rétt að ríkisstjórnin semji slíkar reglur. Ég get ekki á þessari stundu sagt nákvæmlega hvernig þær eigi að vera, en ég vil leggja á það ríka áherslu að komandi kynslóðir eiga að hafa tækifæri til að byggja sinn dóm á opinberum gögnum sem liggja fyrir, og þá ekkert að fara í felur með það. Það er hins vegar eðlilegt að nokkur tími líði þar til slík skjöl eru birt, til dæmis eitthvað svipað og við erum að tala hér í Bandaríkjunum, 25-30 ár eða þar bil. Nú út af því fjaðrafoki sem orðið hefur birtingu þessara gagna frá sem umræddur Norðmaður hefur fengið, þá vil ég nú segja það að ég treysti langt betur ummælum til dæmis Eysteins Jónssonar sem birtast í Þjóðviljanum í dag heldur en sendimönnum erlendra ríkja. Við ritskoðum ekki það sem þeir kunna setja niður á blað, og ég held að það sé verið að meta menn og málefni á máta sem er í mörgu tilfellum algjörlega óviðunandi og ekki réttur. Ég er sannfærður það að þeir menn sem hér ræðir
að þeir höfðu hagsmuni Íslands í huga og það kemur greinilega fram í orðum þess mætamanns Eysteins Jónssonar að hjá þremenningum þeim sem fóru til Bandaríkjanna 49 var aldrei lýst nokkurri hræðslu á byltingu hér á landi eða yfirtöku kommunisma eins og virðist að verið inntakið í skýrslu hins erlenda sendimanns. Og ég verð nú að segja með fullri virðingu fyrir Nóbelsverðlaunaskáldina, ég treysti nú jafnvel betur manni eins og Eysteini Jónssyni til að lýsa þessu rétt sem þá gerðist. Hann því miður eini eftirlifandi maðurinn af þeim sem hér ræðir. Ég fengi ekki hans orð og ég tel að ég hef enga ástæðu til að halda að aðrir þingmenn geri það. Svo ég vil aðeins slá hér þennan varnagla, við skulum fara dálítið varlega í það að dæma að liðna menn og atburði sem gerist fyrir mörgum árum á grundvelli frásagna erlendra sendimanna. Háttvirtur 11. þingmaður Reyknesinga til máls. Hæstvirtur forseti, sú umræða sem hér hafin birtingu skjala löngu liðinna tíma á margan hátt merkileg. Við sem höfum litið tilbaka og hugað að sögunni vitum það að þetta tímabil var mjög umdeilt. Það voru mjög harðar umræður hér og þetta var mjög erfitt tímabil í íslensku sögu. Birting skjala erlendis mun sjálfsagt koma í ljós og ég vil taka undir það sem hæstvirtur utanríkisráðherra segir að við getum nú ekki alveg treyst öllu því sem að erlendi sendimenn skrifa okkur og meta okkar menn og ég vil hér fullyrða það að þeir menn sem eru nú reyndar flestir látnir sem stóða þessum hlutum á sínum tíð fyrir okkur, þeir voru einvörðungu með hagsmuni Íslands í huga og það hefur sýnt sig að svo stefna sem þeir mótuðu hefur skipt sköpum fyrir okkur. Við höfum búið við frið síðan, við höfum búið undir góðri samvinnu við Vesturland og við höfum tryggt okkur það að okkar mál sérstaklega undirstrika það að við förum varlega í þessa hluti og látum ekki tilfinningarnar ráða heldur raunverulega það sem skiptir máli. Takk fyrir. Háttvirtur 12. þingmaður Reyknesinga til máls. Eins og fram hefur komið lítil sem engin aðgangur að skjölum og skýrslum sem varða íslensk utanríkismál, það að segja það engin aðgangur að þeim hér á landi. Eins og fram hefur komið þá hafa Bandaríkjamenn vissa skyldur til að opinbera skjöl eftir ákveðin árafjölda. En við fáum því upplýsingar samskipti okkar við erlend ríki gegnum þarlend skjöl og þarlendar túlkanir. Það getur því verið tilviljunum háð hvað birt og hvað ekki varðandi okkar samskipti við önnur lönd. Það hlýtur því að vera að krafa okkar að úr þessu verði bætt. Við getum ómögulega sætt okkur við að saga Íslands verið skrifuð frá útlöndum. Það sem haft eftir Eysteini Jónssyni fyrrverandi ráðherra í dagblaði reglur og lög upplýsingaskyldu stjórnvalda, trúnað og afléttingu trúnaðar. Og vegna þess sem hann sagði söguna, þá langar mig einmitt að leggja mikla áherslu á það að sagan verði skrifuð af Íslendingum meðan þeir lifa sem tóku þátt í framvindu sögunar og réðu framvindu hennar að miklu leyti. Og það kom einmitt fram að nú einungis einn þeirra lifandi sem fóru til Bandaríkjanna á sínum tíma. Hann einungis einn til frásagnar. Ég tel mjög mikilvægt að þessi saga verði skrifuð og ekki síst í ljósi þess að þessar ákvarðanir voru teknar utan Alþingis, af þingmönnum og flestir þeirra sem þarna komu að máli, þeir hafa lítið sem ekkert minnst á þetta í ævisögum sínum og frásögnum.
Það hvílir ótrúlega mikil leynd yfir þessu tímabili í þeirri sögu sem þegar hefur verið skrifuð á Íslandi. Og þessi leynd, hún er til þess fallin að vekja tortryggni þeirra sem nú lifa og mun trúlega einnig vekja tortryggni þeirra sem eftir koma ef ekki verður betur á málum tekið. Háttvirtur 9. þingmaður Reyknesinga til dæmis. Hæstvirtur forseti, ég tek undir það að skjöl séu birt sem sýna staðreyndir og það séu settar reglur þá hluti, hvernig með skuli fara. Hins vegar verð ég að lýsa vanþóknun minni á því að minnisblað sem norskur sagnfræðingur hefur fengið frá Bandaríkjunum, minnisblað útlendings, hefur orðið tilefni til árása á látna menn hér á landi, menn sem gegndu störfum fyrir íslensku þjóðina af fyllstu samviskusemi og með mikilli prýði. Gerð hefur verið atlaga að minningu Stefáns Jóhanns Stefánssonar, forsætisráðherra sem þá var, í tilefni af þessu minnisblaði sem er að því að Eysteinn Jónsson segir fleipur eitt og án þess að segja sannleika. Ég tel að gera þurfi meira en háttvirtur fyrirspyrjandi óskað eftir. Hann óskað eftir að gögn úr bandarískum söfnum yrðu birt. Ég myndi ætla að það væri fróðlegt að fá frásagnir rússneska sendiráðsins af viðtölum og samráði forystumanna sósíalistaflokksins, forvera Alþýðubandalagsins á þessum tíma. Ég er viss það að þar kæmi margt forvitnilegt í ljós sem er nauðsynlegt fyrir komandi kynslóðir að vita, svo fremi sem menn ætla að taka mark á minnisblöðum útlendinga. Og sú spurning situr eftir hjá mér og hlýtur að gera það hjá öðrum, skyldu þeir sem þar mökkuðu hafa verið að gæta hagsmuna Íslendinga. Háttvirtur 5. þingmaður Reyknesinga til dæmis. Hæstvirtur forseti, það fer nú að vera gaman að þessu þegar menn standa hérna upp og verja annars vegar að mér finnst svona líkja í orðunum Rússa og hins vegar Bandaríkjamenn. Ég tek undir það með háttvirtur síðasta ræðumann að það eru fróðlegt að fá upplýsingar samskipti Íslendinga við Rússa á þessu tímabili sem er rætt, ekki síður en Bandaríkjamenn. En ég vil fagna því að hæstvirtur utanríkisráðherra hann hefur lofað því hér úr þessum ræðustól í sameinuðu Alþingi að gögn íslenska utanríkisráðuneytisins verði dregin til birtingar fyrir almenning, en þó með vissum fyrirvara sem ríkisstjórnin á að setja. Ég mótmæli því. Það er Alþingi sem á að taka þessa ákvörðun. Það er Alþingi sem tekur ákvörðun það, ekki einstakir þingmenn þó að þeir tímabundi gegnið embætti ráðherra frá einu degi til annars. Sendiráðið verður sett í málið. Ég óska eftir því að sendiráðið verði sett í málið strax, að það verði ekki látið sofna í höndum utanríkisráðuneytisins, ríkisstjórnar eða sendiráðsins. Umræður þessi mál eru viðkvæm. Þau eiga ekki að fara fram fyrir opnum tjöldum. Þau eiga að fara fram í sameinuðu Alþingi á lokuðum fundi. Þetta er ekki mál sem hægt er að fleygja fram á dagskrá Alþingis eða fjölmiðla fyrirvaralaust. Við verðum átt okkur á því hvað við erum að gera. Og ég held að ríkisstjórnin eigi ekki að setja reglur. Það er sameinað Alþingi, eða Alþingi sem á að gera það. Það er fróðlegt að fá upplýsingar samskipti Bandaríkjanna og Íslands sem hafa leitt til þess öryggis sem við höfum búið við. Og það er talað þetta
eins og að það sé búist við einhverju óheiðalegu frá forverum okkar sem nutu trausts, sama trausts þjóðarinnar og við njótum við setja okkar hér. Ég tala ekki um þetta sem væntanlegt vantraust. Það er hægt að gera allt og allar aðgerðir tortryggilegar ef það eru skoðaðir úr samhengi við tímana sem mennirnir lifðu. Ég treysti betur skjölum sem finnast og hafa ekki verið vefengd, heldur minni, jafnvel ágætis manna eins og Eysteins Jónssonar. En það er ekki þar með sagt að það er að nota slík skjöl til að taka hlutina úr samhengi og gera það tortryggilega. Ég taldi mig þekkja nokkuð vel, þó ekki persónulega, þann stjórnmálamann sem nú hefur verið dreginn fram og nafngreindur í þessu máli. Og það hefði aldrei hvarflað mér eða nokkrum öðrum samtíðamanni þessa stjórnmálamanns að hann gæti hafa aðhafst eitthvað sem við hefðum í dag getað stimplað hann fjarverandi og fallinn frá sem óheiðarlegan. Óheiðarleiki felst í okkar dómi sem mér finnst vera að falla með ummælum. Ég vil nú segja alveg eins og að það var hér ótti við nasista í stríðsbyrjun. Það var hér ótti við kommunisma á þessum tíma sem við erum að ræða um. Og þessi ótti við kommunisman er ennþá. Og þess vegna er vestrænn her, þess vegna er skipulögð fylking vestrænna manna á móti því sem hugsanlega getur komið fram. Og það er kommunismin sem við viljum ekki að flæði yfir vestræn lönd og vestræna menningu. Ég sem sagt legg mikla áherslu á, hæstvirtur forseti, velvirðingar, ég legg mikla áherslu á það að utanríkisráðherra gangi rösklega til verka og að sameinað Alþingi undir lokuðum dyrum ræði þessi mál áður en að nokkuð fer út til fjölmiðla frá Alþingi málum. Háttvirtur 8. þingmaður Reykvíkinga til máls. Herra forseti, ég vil fyrst taka undir það að það er eðlilegt að settar verði reglur birtingu skjala eins og þeirra sem að hér eru til umræðu og það skal ég líka staðfesta að það hefur verið rætt í utanríkismálanefnd eins og einn af háttvirtum ræðumönnum hér gat og ég veit að þessu máli verður unnið, hvort að það á síðan að afgreiða á lokuðum fundi í sameinuðu þingi eða annar staðar, til dæmis í ríkisstjórn, þingflokkum og þá utanríkismálanefnd sem eðlilegt er að fjalli slík mál, lögum samkvæmt, skal ég ekki leggja á dóm. Það er ekki meginatriðið en reglur þarf að setja þetta. Ég get heldur ekki metið það hér og nú hverjar þær reglur eigi að vera, hver snemma beri að birta slík skjöl.